Komin miðvikudagur. Happy Wednesday. Herru, okkur lakkar ekkert eðlilega til að sjá okkur á morgun. Á morgun, 12. september, í Keiluhöllinni klukkan 8. Klukkan 8, það verður krýning. Það verður krýning. Number one Tepos fan. Hver er number one Tepos fan? Það verður vinningar frá til dæmis Icelandair og veitingastöðum og Alls konar spennandi. Fullt af vinningum í boði og þetta verður tvískipt Tepos fan og svo annað. Já. Of course, celebrity quiz. Of course, þannig að þið eiga allir séns á að vinna þó svo sért ekki number one Tepos fan. Já, en þú getur samt gíska alltaf. Þú getur alltaf gíska, já. Það er alltaf góða líkur, sko. Já, og síðast við tjekkum þá eru einhver borð eftir, þannig að endilega sendið bara e-mail á keilöllin@keilöllin.is. Já, það er örfá borð eftir og það er hægt að tróða fleirum, hann að... Já, Keilöllin eru svo mikið þannig bara, þeir eru bara, já, við rettum þessu, við finnum ykkur sæti. Við tróðum ykkur, við búum til sæti. Við búum til sæti, en þetta verður geðveikt skemmtilegt og já, við erum að vera 4 ára. Við erum 4 years old. Þetta er bara, við erum bara prófum að fara að byrja í grunnskóla, sko. On gríns. Það er svo stór. Growing up. Já. Svo krútlegt. Talaðu að fara aftur í skóla. Núna er komið season. Já, það er back to school season. Routine, back to school, allt þetta. Hvernig leggst það í þig? Vel. Já. Ég elska rútínu. Já. Bara mér líður best þegar ég er í góðri rútínu. Ég er svo sammálaður. Ég er svo spennt fyrir þessu. Og ég er óslega spennt líka fyrir þessu topiki. Ég er spennt af svona, að því við höfum tekið þetta áður. Maður verður svo inspirational. Skilum maður fær svo mikið innblástur. Bara skipuleggja sig og maður er svona einhvern veginn bara gett til í þetta og þú veist, ég veit við erum búin að setja upp hérna spurningabox. Ég er spennt að heyra hvað, þú veist, er framöndan hjá ykkur. Þannig að, já, þetta er einhvern veginn svona... Já, bara tips and tricks líka og bara svona... Bara hjálpa stað að komast í rútínu og ég held að öllum líði best í rútínu. Já, er það ekki? Við viljum öll eitthvað smá utanumhald. Og ég held að það sé alveg, og þú veist, og back to rútínu svo miklu meira en bara gymmið, þú veist, þetta er eitthvað einn svona... Já, þetta er allt saman. Þetta er bara hausinn á þér og heimilið og... Heilsan, mataræði, allt saman. Ég er mjög spennt fyrir þessu. En eitt sem við ætlum klálega að koma inn í rútínu núna, og er búið að vera í rútínu í dágóðan tíma hjá okkur, það er Happy Hydrate. Happy Hydrate. Já. So welcome to the family. Já. Og í tilefni þess að Happy Hydrate er komið í Tepos Fam, þá ætlum við að vera með geggjaðan back to routine gjafaleik. Jeps. Og nei, vitið þið hvað við erum að gefa? Við erum að gefa 2 besties AirPods Pro Max. Ekki bara það, heldur líka 10 kassa hvor. 10 kassa af Happy Hydrate. Jeps. Þannig að, wow, þetta er bara, ef þetta er ekki rútína, veit ég hvað, sko. Nei, þú veist, ég á ennþá eftir að fá sér heyrnartól, þannig að má ég vinna hennar leik for once. Nei, þetta er fyrir besties. Þetta er fyrir Tepos besties. En þú getur tekið þátt í leiknum. Ég ætla að gera það. Hver veit, takk mig. Já, vill taka þig. Take my bestie. En þetta er ángríns, vá, bara... Ef ég myndi vinna í þessum gjafleik, þá var ég tilbúin í rútínuna. Þannig að þið bara hoppið á Instagram, þar er leikurinn komið í gang. Já. Og takið þátt með því að taka besties, followa Tepoð og Happy Hydrate. Já. Þetta er very simple. Ógeðslega einfalt og bara gert til þess að gleðja ykkur. Þú talaðu mig að fá okkur það. Já, við ætlum að fá okkur Happy. Hvaða bragð langar? Ég langar í bleika eða gula? Mér langar í pína. Pina colada. En þetta er sko, að því að við vorum að tala um að þetta er búið að vera í okkar rútínu. Við erum búin að vera með kassa upp á skrifstofu. Bara, alltaf. En að því við erum svona búin að búa til okkar mín-rútínu að við förum í heita tíma 2 í viku. Og við komum eiginlega beint upp á skrifstofu eftir á. Það er svona vinnudagarnir okkar, þar sem við erum bara, við vinnum oftar en 2 viku, en þú veist, við komum einhvern veginn beint og þá er alltaf þetta ritual að fá okkur Happy Hydrate eftir heita tíma. Það er svo næs, sko. En það er líka bara svo ógeðslega mikilvægt. Sjúklega mikilvægt. Því að maður svitnar svo mikið í þessum heitu tímum og sölt og steinefni eftir þá. Bara hax, sko. Hax. Það er bara algjört hax að vera með Happy Hydrate bara í gym-töskunni sinni, sko. Já. Bara til þess að bara skella þessu easy bein sem maður gleymið ekki. Og ég mæli með að vera með sérstaka brúsa. Já. Veist, þú notar eitt brúsa í Happy og svo ertu með annan vassbrúsa. Við höfum verið að gera það hefur verið ógeðslega næs. Já, maður vill ekki fá bragð í vassbrúsin, sko. Nei, maður vill alltaf eiga bara eitt vassbrúsa. Það má ekki smita hana neinu. Nei, það er nema klökum, skilur, þú veist, that's it. Það er bara vatn, sko. Já, en svona maður setur ekkert annað onni í einhvern veginn. En Við erum búið til alveg koktel hérna, sko. Já. Ég gleymdi klökum.
Já, við eigum klökum Við eigum klökum í bestiskælinum Æja, það bara hérna Þetta er samt kalt vatn já verður að vera kalt, sko En þetta er bara svo næs Ég elska, líka ég oft með bara svona í veskinu mínu Já Það geðið næs Það er bara ógeðslega sniðugt Já, af því þú veist, ég er ógeðslega gjötn á hausverk og eitthvað Já, ég líka Og mér finnst þetta í alvörunni slökkva svona Ég er sammála, það er galið, sko Þetta er bara Kemur mann alveg óvart hvað þetta er eins og þú finnur dehydration En já, takk ég þátt hérna á Instagram Back to Routine Ok, við ætlum að Já, þetta er geðveikt kirnilegt Þetta er my favorite flavor, pina colada Já, same Favorite, I love this Þetta er svo gott Þetta er alveg jaft, ég var eins og systkini Ég var eins og systkini að skipta þessu niður Já, bara það er bara nákvæmlega Þetta er bara alveg jaft 100% En það sem að líka hérna Ok, rútína, það er náttúrulega eins og maður ræða, það er gymmið, það er self-care og svo leys Það er matur Hvað er að byrja? Hvað er að byrja að ræða? Án gríns, ég veit það ekki Við þurfum að koma sér rútínu til að vera með hana þátt Einmitt En ok, hvað er svona mikilvægast svona fyrir þér þegar þú ert að koma með rútínu? Hvað er svona fyrsta sem hugsaðar að taka til í? Að koma með rútínu það er einhvern veginn bara svona það er í rauninni svefnin Já Þú veist, að hætta að, þú veist, að því eins og núna sumar er búið að vera þannig að þú veist, það er búið að vera svona kannski maður er ekki jafn mikið búin að vera bara maður fyrir að sofa þarna, maður að vakna þarna en ég væri bara svo ógeðslega til ef ég hugsa bara svona sem er framöndan ég geti bara, ég er farin að sofa þetta leyti þú veist, án þess að sé eitthvað svona á slæginu 11, en þú veist, eitthvað leyti og ekki vera, að því ég er ógeðslega gjöfn að því ég er að horfa á eitthvað, að vaka lengur hérna, og svolítið líka setja mér ávana að vakna á x tíma og gera það þá líka helgar og svoleiðis, skilur Já, kannski þarf það ekki alveg að vakna kannski 7 helgar. Nei, en þú veist, óraunhæft. Setja mér, þú veist, líka tíma helgar, skilur við. Þú veist, þannig að ég er yfirleitt að vakna 7 helgar bara því á krakka. En en samt bara, þú veist, setja þetta einhvern veginn, já. Ég held að svefn sé svona, ef ég er með það svolítið svona, ef ég vakna útkvíld, vá, þá get ég allt þannig daginn, sko. Já, trú. Það er svolítið svona það. Já. Og ég væri til í einhvern veginn að ég fyrir sjálfa mig, ég væri til í að færa hvenær ég fyrir að sofa aðeins fyrr svo að þessi auðvitað að vakna Sofnar aldrei yfir ykkur að horfa á eitthvað? Jú, Já. Jú, þú veist ég fer alveg með iPadin inn í herbergi að horfa sofna. Já. Ég er leið að ég fer upp í rúm og horfa þá bara Já. Það er bara, ég get hort frammi til kannski 2 Já. Ef ég konum í rúm þá bara knockast át sko. Já. En ég næ alltaf að vaka smá skilur sem þú veist, næri að draga aðeins þú veist, ég ætti bara basically að vera að fara upp í rúm ekki að horfa neitt Já, bara svefngríma fyrir mig, ekki því þú er traumatized Ef ég set svefngríma á mig þá er ég bara át Hvað finnst þér svona mikilvægast ef þú hugsar bara, ok, rútína? Klálega mjög sammála með svefnin en ég hefði ekki sagt það í fyrsta því ég hefði ekki fattað það Nei, já En ég svona núna seinustu 1,5 vikuna er ég búin að setja í vana að vakna klokkan 7:15 og það er bara svona, ég er búin að finna að það er bara svona perfect tími fyrir mig Já, einmitt Af því mér finnst svo gott að vakna áður en ég fyrir að vakna skilur og fara í gym Já, þú ert ekki að drífa þig Já, þannig að vakna kannski 7:15, 7:30 eitthvað svona og fara út með hundana geta svo farið, fengið með egg og fengið með kaffi og svo bara svona aðeins vinna í tölvunni og svo fara einhverju þá líður mér bara svo 100 sinnum betur Já. Bara svona vakna áður en ég vakna skilur Já. Þannig að já, klálega að það vakna fyrr en ég er yfirleitt alltaf sopnu Þú er góðið að fara að lúlla sko Já, seinastalega 11, stundum 10 sko að ég er náttúrulega bara rótast þegar fyrir brúm Þannig að, já Ég er einmitt sammála, þú veist, ég væri til að finna minn 7-15 tíma, skilur, þú veist, og það er örugglega í kringum, að því að Embla er að vakna svona aðeins nær 8 og ef ég er að vakna þá með henni, þá er þetta svo mikið, hvað flýta sér, sem er svo einhvern veginn pirrandi að fara með. Það er svo næst fyrir þig, kannski, að myndu vakna 20 mínútur fyrir og gefa þér smá bara you-time. Me-time, já, það væri geggjað. Þannig að já, það er einmitt svona, ég er sammála, þú veist, ég sammálaður með það. Ef maður fer sinn tíma á mótnana að það sé svolítið svona mjög góður inn í daginn sko. Já. Eitt sem ég er búin að ná að halda í morgunrútinu minni núna í að röglega 5 mánuði eitthvað er 2 soðin egg. Já. Það er alveg galið sko. Já.
ég ekki búin að klikka eiginlega bara í þessar mánuði. Nei, það rosalega vel gerst. Já. Þetta orðið bara svona kreif hjá mér. Ég vakna og ég á ekki egg, þá er bara, ég vaknaði fyrr og síð eggi mín, að þið þurfa að vera köld líka. Já. Það er að kæla þau. En þá fyrir ég út með hundana meðan ég kæla eggi mín og, en yfirleitt ég er ekki selja hann egg, sko. En yfirleitt er ég að selja eggin í kringum 100 kall. Já, ég síð yfirleitt bara, fucking síri ég að taka allt sem ég segja. Það? Mér kan hlusta þig. Já, en ég tek alltaf bara svona 6 egg. Og þá á ég bara næstu 3 daga. Já, einmitt. Og svo þegar 3 dagurinn er komin, þá síðu ég skilur næstu 6. Það er ógeðslega sniðugt. Þetta er fucking hacks, sko. Ég er líka að sjóða mjög oft, mjög mörg hverfa bara heimilinu mínu. Já. Er Bensi ekkert að fá sér? Nei, hann hatar harsan egg. Já, hann blokkunni elskar En ég er alltaf að segja við hann, bara fá þér egg. Já. Og hann bara, sungur, ég bara fá þér egg. Já. Það er til, ég er búin að sjóða. Nei. Hann vil að spælt frekar. Já, nei, þetta er bara svo nammin í ískap, ég er bara gaur, ég er að reyna að preppa vikuna. Ég skil svo vel, ég myndi líka alveg hakka því með, þú veist, en maður vill ekki vera að borða eitthvað allt og mörg egg, veistu hvað ég meina? Nei, já, einmitt. Ég er sammála, sko, þú veist, ég líka því að maður verður gjörn að fá ógeð eggjum, sko, þannig að, þú veist, ég fer alveg sparlega með það, sko. En ég elska ég að svoðan egg, við erum að fara að kaupa okkur, manstu, eggjasuðutæki. Okkur langar eggjasuðutæki. Nei, við erum líka búin að vera alveg lengi að kaupa okkur svona egg á bensinstöðu. Við erum að halda þeim bransa uppi. Við erum alltaf bara, yes, það er til egg bara á 1200 kall, 2 egg og 2 kjötbólur eða eitthvað. Worth it. Já, worth it. Það er bara ekkert betur, við erum líka komnar að báða á þann stað og okkur finnst geðið fá okkur egg. Já. Þú veist bara að það jafnar blóðsykurinn svo mikið, maður er ekkert bara eitthvað spiking eftir á. Ég held að sé svona það, maður svona, þetta er ekkert eitthvað besta sem ég fæ. Nei. En þetta er bara svo, þetta er samt svo gott. Þetta er bara, ég verð ákveðsött og mér líður ekki illa í maðurinn með neinu og ég veit þetta er gott fyrir mig. Þetta er svona allt þetta sem er svona, já, næs. Hausin er bara, já, þetta er geðvikt. Já, einmitt. Og svona salt með, og svo svona þegar ég búið með eggin, kaffibólli minn. Perfekt. Já, það er mjög og gott að byrja á prótinu undan koffinni. Já, það er mjög mikilvægt. Og ég er nýlega að byrja að gera það, sko. Ég fekk mér alltaf bara svart kaffi á tóma maga frá æg og tóma maga, en núna fæ mér alltaf eggina undan. Og það er fyrir, hvað heitir þetta, kortisol eða eitthvað. Er það ekki? Það er eitthvað svo það rjúki ekki upp, af því að þú stressar kortisolið ef þú færðir koffín í ekkert. Þetta er eitthvað þannig. Einmitt. Og það einmitt spækar upp blóðsykurinn, telur allt, þannig að heldur allt saman. Það er gott fyrir hormónlevelin, við erum að passa upp á hormónlevelin okkar, sko. Já, sérstaklega við girlies sem förum á tour. The tour girlies. The tour girlies, en en þegar kemur, ef við förum bara, ef við dempum okkur bara beint í bara gym, þú veist, hugsa núna bara, nú eru mjög margir sem er bara, ok, núna back to routine og þá bara hugsa maður gym. Já. Bara margir sem kannski ætla að pröfa eitthvað nýtt eða gera eitthvað öðruvísi er hvar, þegar þú hugsar back to routine, bara eftir rútínu og gym, ég veit náttúrulega það er mjög mikið inn í þinni rútínu og þú veist, þú ert ekki þú ert ekki að mæta. Nei, þú veist, átt ekki erfitt með einhvern veginn að fara að setja það inn í rútínuna eina. Nei. En hvað er svona back to routine varandi gymmið fyrir þér? Ég er alltaf bara, það er einhvern veginn, næ alltaf að halda þessu, ég er bara ná að halda þessu svona 100 ár bara gymminu í rútínunum minni. Já. En það er svona, þegar þú ert svona kannski, þegar ég er svona, ég nenni ekki á æfingu, það er yfirleitt þegar ég veit ekki hvað ég á að gera. Já. Skilur þú, svona, er ekki með eitthvað skemmtilegt og eitthvað þannig, en núna er ég komið með svona smá plan. Þá svona smá prógram já, með það. Já, en ekki þannig, ekki svona alvarlegt. En ég ætla að lesa það fyrir ykkur, ég skrifa þetta. Ok, ertu alveg með eitthvað svona, ok, spennt að heyra. Já, ok, þetta er ógeðslega einfalt og geta allir fara eftir þessu. Ok. Þannig að, þú veist, ef maður veit ekki hvað maður er að fara að gera, þá er maður eitthvað meira svona, mætir og kannski gerir eitthvað sem maður hefði getið gert eitthvað annað, meira, verið ánægri með æfinguna, en maður bara fer með eitthvað smá planinn. Já, bara pínu markmið inn í þetta. Ok, mánudagar, það er hlaupadagar. Ok, og kardió. Já, kardió. Þá taka markmiðið mitt núna, ég bara segja mitt markmið núna út september allavega, fyrir því. 5K run og bak.
Ok. 5K, það tekur mér svona hálftíma og svo svona restin taka bak og kvið og eitthvað svona þannig. Þá er ég alltaf með á program. Já, einmitt. Morgun þá var ég bara svona, ég bara hlaupa, skilur. Já. Ég hugsaði inn í mér bara, get ég hlaupið 10 kilometra? Þú veist að ég var einu sinni gert aðeinu minni, aldrei aftur. Svo ég kom mér svona 4,5 inn, þá var bara miður minn bara, damn. Fuck, ég bara, get ekki meira. En það er svona markmiðið mitt er að ná að geta gert meira en 5K. Þannig að ég þarf bara að teygja á mjög minni og byrja að fara til kíló og eitthvað. Þriðjudagur heittími. Jöp. Og þannig að bara einhver heitutími sem þið finnst gaman í, bara allavega. Það er allavega geggja fyrir okkur. Já, við fílum það mjög mikið. Það getur bara verið tími fyrir einhverjum. Já, bara tími. Það þarf ekki að vera heitur. Mér langar að fara í spinning. Mér langar svo að fara í spinning. Sástu rílið hérna vörglega svo nýja spinning-salnum? Ég var bara, af hverju langar mér í spinning? Mér langar svo í spinning. Það er eitthvað nýtt crazy. Já. Ok. Miðvikudagar, það er svona high intensity blanda við rassaæfingar. Svona léttar lappaæfingar, svona taka hit. Já, var það ekki hump day? Jú, hump day. Já. Þannig að hit ass, kalla ég það. Af því það er high intensity. Ég vil fá púlsinn upp, en ég vil samt vera að taka lunges, taka kassa uppstig, en svona ekki of þungt. Nei. 50 dagar aftur tími, heitu tími fyrir okkur. Og föstudagur er leg days. Yes, það er heavy leg days, við erum að taka þyngdir þarna. Það er deadliftir. Já, þarna ætlum við að deyja. Já. Og Saturday er svona free day. Já. Og það er svona, þá getur við farið í spinning. Já, einmitt. Fara í eitthvað skemmtilegan tíma, eða jafnvel bara fara að labba esuna eða eitthvað svona úti dæmi. En Sunday hjá mér, það er cardio plus eitthvað fun. Já. Eins og pall. Já. En það er líka að gera eitthvað úti, fara að labba upp, hvað heitir það, Úlfarsfellið eða taka eitthvað stutthlaup, 3 kilometra hlaup eða bara góðan göngutúr. En það var að vera smá kardió fyrir mig og þú veist, mér er svo gott að fara stundum kannski 40 mínútur í gymið, bara svona reset skilur eftir helgina, maður er að borða eitthvað sökk og hvað þannig, en að fara bara 40 mínútur eða hálftíma inn í gymið, taka smá, þá er ég byrjuð aftur að vera svona tilbúin í vikuna, við skæðum hana. Sunday resets. Hljómar ógeðslega vel. Þannig að þetta er allavega markmiðið þitt núna og þetta er svona, finnst þér þú veist mikilvægt þegar það er svona back to routine eða þú veist svona, ok, nú er ég að fara að koma bara einhvern veginn öllu í rútinu, ekki bara, þú veist, gyminu, að vera með eitthvað svona. Já, mér er gott að sjá það svona fyrir mér, svona, þessi dagur er bara þetta. Þá er ég bara með það markmið og er ég ekki að fara inn og svona, hvað ég gera, enda bara að labba í þú veist, 40 mínútur og það skila mér eiginlega engu. Ég gæti alveg svona að labba út með hundana mína, skilur, bara frekar að fara þá að lifta í 40 mínútur. En þú veist, þegar við fyrir í heitatíma, þá erum við ekki mikið að vinna með hendur í HBT til dæmis. Þannig að kannski þarf ekki að taka það í gymminu þá á heinadagana. Þá einbytti mér að taka neðri part, svona ass og svona þungt og Já, mér finnst þetta geðið gott plan. Ég setti þetta upp í hausnum á mér hérna í loka ágúst og ég var bara svona, þetta er eitthvað sem mér finnst gaman. Nú hlakka ég til næsta dags. Það er ekki alltaf eins. Skal ég meina? 100%. Það er hljóðan bara ógeðslega vel. Nei, ekki. Það er til að bara, við þurfum að setja þetta upp í eitthvað svona Instagram story og posta að fólk getur tekið screen ef það vil líka þú veist bara fá inspo fyrir hvernig þau geta skipt niður dögunum sínum og ef þau vilja. Já, það er líka svo ógeðslega gott þegar maður er að koma sér í rútinu að skrá sig í tíma, sko. Það er rosalega sniðugt. Námskeið eða tíma. Já, það er rosalega sniðugt, sko. Þá ertu bara með eitthvað sem þú þarft að mæti, skilur. Það er ógeðslega sniðugt, sko. Skrá sig í, þú veist, viltu ekki vera skammakrókin? Það er svona alls konar svona hvetur mann áfram. Ég, þú veist, þegar ég hugsa bara back to routine og gymmið, ég er búin nú að ná að halda þessu ágætlegri rútínu. Mjög dugleg. Með mig, því að þú veist, og líka þið sem bara eru búin að hlusta á teipuð síðustu 4 ár, þið veit þetta. Ég tek svona tarnir, skilur, og búin að vera svona, það ekki mikið, þetta, og svo dettur það kannski niður, en þetta er búið að vera bara núna ongoing, síðan ég veit ekki hvenar. Eru ekki í janúar saman? Jú, er það ekki? Bara eitthvað svona, new year, new me. Þannig að, já, þú veist, en ég klálega, þú veist, misti kannski pínu dampinn, þú veist, upp og maður var alltaf að mæta þegar með, þú veist, barn í sumafrí og það er bara ógeðslega eðlilegt. Maður verður líka að hugsa það bara ef þú varst í einhverju geggjaðri rútínu og dast út, það er alltaf lægi. Já, bara að skella sér aftur í hana. Hún er bara að pikka upp þráðin eins mikið og getur. Og þannig já, ég held sér bara með, þú veist, ég verður svolítið bara svona þannig, bara svona, já, nú komum tími til að pikka upp þráðin, þú veist,
fara ég er búin að lenda núna smá í því, ég er búin að vera með svona bókaða hluti ekki að snemma þannig ég þarf núna að fara að venja mig á að bóka hluti seinna ég er kannski með bókaðan fund 10 já. og maður er svona, ég er skuttla klukkan 9 þú veist, einhvern veginn er ekki upp á gymmið þá upp á gymmið og þú veist, krakka því að síðan kemst ég ekki klukkan 4 einmitt þú veist, eftir að hún er búin í leikskólanum þannig að þetta er svona já, ég þarf að fara að setja þetta aftur í svona þannig rútínu, þú veist, að fundirnir eru í hádeginu. Já, fattar sem mjög erfist fyrir Birtu, hún skilur ekki hvað í hádeginu þau Nei, ég er enda að gera það ekki. Ég er alltaf bara, er það 12, er það 1? Hvenær er það fyrir ykkur fólki bara... Það er svo mikið alveg sens, skilur, maður að fara fyrirtæki er búin í, þú veist, matum 1 eða ekki. Já, þetta er bara svona, eiga, hittist þið hádeginu? Hádegi... Já, hvenær er það? Ef þú segir hádegi mig, þá er það 12:00. Já, einmitt. Þú annars segir 11:30 eða 1 eða hvað skilur. Annars bara mæti ég 12:00 á slæðinu. Akkurat. Nei, þetta er bara nákvæmlega það fyrir mig. Það er bara að fara að prioritæsa aftur að klukkan 9 er ég upptekinn, gefa mér svona mikið tíma til að græja mig og þá er ég bara laus, skilur. Þannig að já, ég hugsa bara einmitt, en ég er einmitt búin að vinna með svona plan bara síðan í janúar, þú veist að ég sé alltaf með eitthvað sem ég er að gera þegar ég mæti og það hefur verið haldið mér. Já, það gerir það. Þú veist, í staðis labba inn og vera, hvað ætla ég að gera þetta? Þú veist, þá hef ég svolítið verið svona dett út og gera eitthvað sem ég veit ég að geta gert betur. Já, og það er svo leiðilegt þegar maður mætir í tíma og er bara svona, vá, hvað ég var að eyða tíman með. Akkur fór ég ekki bara strax að taka eitthvað almennilega, skilur. Þannig að það er svo oft þegar maður er bara svona, ok, ég ætla bara að gera þetta núna, skilur. Já. Þá kemur miklu meira úr því. Akkurat. En það er líka alltaf lægja í að daga sem maður er bara, ég er bara að labba í dag, skilur. Það er bara, og bara skrolla á TikTok eða eitthvað. 100%. Eða bara fara að horfa þátt á stigavélinni. Bara hafa það kósí, sko, þú veist. Það er reyndar geðveikt workout þannig. Já, þú veist, já, það er það, skilur, þannig en maður þarf ekki alltaf einmitt að vera bara eitthvað, stundum maður bara, já, það er næs að vera ekki kappar. Já, það er líka að hafa alltaf eitthvað, þú veist, svona free days, skilur. Þannig að þú getur tekið bara eitthvað ákveð að langa upp að taka stígavélina, þú veist, ég veit að engum langar það. Nei. En það er ógeðslega næs. Já. En manni langar stundum einmitt bara ekki að hugsa og vera bara á sama tækinu allan tíman og leifa haustninum að vera mitt inn í TikTok eða inn í einhverju öðru. Þannig að ég skil það bara mjög, mjög vel. En já, það er einmitt með gott að hafa og líka að hafa, ég hef alltaf verið með, þú veist, svona allan frídag og þá get ég bara ráðið nákvæmlega, þannig að segjum að ég komist ekki á þriðjudegi, þá á ég alltaf inni að ég get unnið það, þú veist, þá var bara fríið mitt á þriðjudegi, þá á ég það alltaf inni. Það sé alltaf svona einn restdegi eða þannig. Já, einmitt. Sem að gera bara svona active recovery, bara labbitúra eða hvað sem það er. Algjörlega. Og bara að fer eftir þess að setjum mært sem frídegi að mér. En þú veist, ég fer alltaf í gymmið. En það er einmitt optionið að hafa, skilur, það er bara, það verður að vera einhver dagar ef þú kemst ekki. Já. Þannig að þú fari ekki í eitthvað bara geðið mikið samvinskupið, bara. Einmitt. Eða bara taka döbbulæðingu í daginn, skilur, og mistur á 2 dögum. Akkurat. En þú veist, ef þú ert einmitt bara að byrja á 0, ert bara frá að byrja, þú veist, þá bara, það þarf aldrei að setja sig þá kröfu að mæta alla dag alltaf. Nei, það bara er ekki vissa. Byrjum smátt. Já, bara það sem að þér finnst gaman. Já. Ef þér finnst gaman að æfa og hreyfa þig, þá er þetta prógram sem ég var að lesa upp bara geðið skemmtilegt fyrir þig. En þú getur bara tekið 2-3 daga á þessu, skilur, bara eða við gaman að hlaupa og getur tekið þann dag og kannski hit ass day eða eitthvað þannig. Þú veist, það er ekki að taka alla dagana. Það er mjög óraunhæft markmið til að byrja. Til að byrja, já. Klálega. En það, ég held að líka bara lykillinn sé þarna, bara finna það sem við skemmtilegt og gerðu það. Já. Hreyfing er fucking góð, sko. Fara og dansaðu. Já, 100%. Það skiptir ekki máli hvað þú gera, sko. Nema þú sést með eitthvað markmið að fá okkur bara big ass glutes, skilur. Þá þarf að ganga því markmiði. En ef þú ert bara til að gera það fyrir heilbrigðan lífstíl og að hreyfa þig og fá púlsinu upp, getur gert fucking allt. Já, finndu bara þitt. Já. Ég held að það sé ógeðslega mikilvægt. Leiðast bara að finna hvað þér finnst gaman, þá ertu bara, ok, þetta er ekki leiðilegt. Farið zumba, skilur. Já, prófa eitthvað bara. Það sem er skemmtilegt. Það er bara aðeins að fá að hreyfa líkamann. Já, við ætlum að fara að pröfa nýtt. Við ætlum að fara að pröfa tennis. Já, við ætlum að pröfa tennis. Já, ég er mjög spennt fyrir því. Það er mjög gaman. Svo að fara í tennis og þó ég kunni ekki, ég elska bara allt sem er góð hreyfing og smá leikur. Já, ég elska leiki. Já. Bara make it a game. Að fara í eitthvað svona, eitthvað boltaleiki með vininu, skilur, þá ertu bara svona, ok,
þetta spilakvöld nema ég að fá út í því líkamlega, skilur þú veist, geðveikt. Þetta bara social og þetta allt bara einhvern veginn í einu, þetta svo skemmtilegt. Elskar það. Þannig að, klálega líka, þú veist, reyna að setja upp þannig daga með vinkonum ykkar, við erum með okkar vinhópur með fast einu sinni í viku að hittast og gera eitthvað og það bara, þú veist, það það sem ég hlakka til alla vikuna alltaf. Same. Þú veist, ég er að fá hitta vinkonum mínar, fara að leika við þær og ég er að fá æfingu, það er geðveikt. Þannig þannig að þetta svolítið svona gott prioritizing eða þú veist, gott rútín fyrir allan að gymmið og svoleiðis. Já. Ég held það sko. Allir verður bara að finna sitt. Já, og líka, ég held það ógeðslega mikilvægt að eins og vorum að tala bara áðan, að finna líka sinn tíma. Hvenær er minn besti tími? Þú veist, hvenær henta þetta mér best? Einmitt. Þú veist, ef þú ert eitthvað svona að reyna að forsa þig á 6 æfingar og þú ert bara að hata þig hvert skipti, þá er það ekki fyrir þig. Nei, bara... Skoða það að fara 8 kvöldið, þú veist, bara... Sko, en prófaði samt að fara 6 æfingarnar, af því það er engin betri tilfinning, heldur hann að búin á æfingu klukkan 7. Já, en þú veist, sumir eru bara formataðir sem B-mannska og geta ekki vaknað. Ég held að það sé bara blóðsökursvandamál, sko, og bara... Er það? Já, ég held að þau eru bara að koma þér. Ég held að það sé enginn sem geti ekki vaknað klukkan 6. Ég held að sé alveg bara, þú veist, kæfisvefn og svo margt sem spilar inn í, bara þú náir ekki nógu góðan svefn og eitthvað. Já. Þú veist, kannski, þeir sem hrjóta og eitthvað svona, taka ekki nógu mikið önduninn og eitthvað svona. Já, Bensi bara þykist ekki geta vaknað, skilur. Gunni er svona. Ég trúi þér ekki. Nei, ekki heldur, þegar ég er alveg gaur, þú ert alveg fokkin yktur, sko. Já, þetta er bara drama, kast, þetta er kallmanns, bara... dæmi, sko. Einmitt. En bara, ég held að segja fyndu þinn tíma sem að henta þér best að mæta í gymmið. Ég veit að minni svona í kringum 9. Það er bara fokkin góð, sko. Já. Þú veist, þannig að fyndu þinn tíma og þá verður þetta líka öldra. Klálega. Í stæðis að vera eitthvað svona, í dag er það 6 á morgun og svo morgun er það klukkan 4, skilur við. Ef það er einhver tími sem ég get fysilega ekki, það er 4 eða geðið seint. 4, svona afternoon. Já. Bara mega ekki. Nei. Og líka bara, þú veist, eftir kvöldmann, ég skil ekki fólk sem getur farið eftir heilan dag að borða, fara á æfingu þá, ég tek miklu verið æfingu þá. Já. Sumir gera það bara, skilur, það er gali. Ég ógeðslega margar svona mömmur sem ég tala við, það er bara eini tíminn sem það er ná. Já, það er ná, en þú veist, ég er talað bara svona, mér finnst ég að taka lélega æfingu. Já. Þú veist, það er allt annað, þú veist, ég hef alveg tekið daga sem ég þarf að fara þarna, skilur. En ég skil ekki að velja það ef þú getur farað öðrum tíma. Já. Fyrir mig. Fyrir þig, einmitt. Það er bara fysikli, mér er bara óglatt og bara svona eins og fólki bíumannskinu verða mótnana. Já, einmitt. Svona erum við ólík, ha? Nei, en ég, einmitt, hef átt svona nokkuð samræði við bara svona, þú veist, mömmur og þannig, verið bara, hvenær eru þið, þú veist, ég veit ég hef sagt eitthvað með náður og það er ógeðslega margir sem bara, bara kvöldmatur, þá er kvöldmatur bara snemma, bara í kringu 6-leiti eða eitthvað og svo bara gymmið þegar krakkinn að fara upp í rúm. Það er ógeðslega kósí samt. Kemur svo heim fyrir styrtu, þú veist, krakkinn sofandi og getur gert þína rútínu og þess að krakkinn segja það og eitthvað. En aftur bara öll hreyfing og hreyfing, þannig að hvað sem mætir 6 á morgun eða 8 kvöldi bara geðveikt. Hádegisfólki 9 to 5. Ég bara svo ánægð með þetta fólk. Bara duglegasta fólki, sko. Þetta er svona, þau eru ekki með hindakvíða. Þau eru ekki með neitt kvíða. Þau ná að fara á æfingu, þau ná að borða, ná að fara styrtu og mála sig og mæta aftur innan við klukkutíma. Og þau náðu að plana þetta allt deinum áður. Eða þú veist, þú voru með allt út með sér. Þetta er rosalegt, sko. Þetta er rútínufólkið, sko. Þetta er heroes. Fólk myndi segja að 6 AM fólkið sé rútínufólkið, en hádegisfólkið. Það er rútínufólkið, sko. Þau vinna það battle every time. Ég er alltaf jafn að meist þegar ég sé þetta, sko. Ég er bara hvernig fokk hann náður þessu. Ég er bara tími minn. Ég myndi, þetta þurfti að vera svona 3 klukkutíma spenn hjá mér óvart. Já. Ég skil ekki hvernig fólk verið að þessu. Nei, líka bara, ekki heldur. Við gerum þetta svo þegar við vorum í MS. Já, þá vorum við duglegar. Spinning í hádeginu. Já, það er þetta rétt. Og komum aftur eftir hádegi bara, en það var eiginlega svona gata á undan. Já, þá vorum við alveg með meira en klukkutíma, sko. Ég get ekki ímyndað mér að líka bara umferðin og... Já. Nú, líka bara, ég sensir að ég myndi alltaf muni eftir hreinum nærbúsum. Sensir að ég myndi alltaf muni... Maður glemir alltaf einhverju. Skilur við? Kannski maður gerir þetta alla daga, þá kannski eftir með checklista. Já. En þú veist, ég klála samla, þú veist, þeir sem getur mætt hádeginu, þeir eru fucking heroes, sko. Það er bara, það er ekkert mál að mæta í hádeginu, sko, þú hefur ekkert annað að gera. Nei, ég er hádeginu í vinnunni. Og eftir vinnu, skilur, það er amazing. Það er geggjað, sko. Bara hvað ertu að borða líka, veist? Einmitt.
Ertu bara að grípa þig búst á leiðin líka pottjætt, bara búin að panta það fyrirfram og já, eða bara svona, legends. ég kom, það bara rútínubeist líka hjá bara bústanum og bara með svoðaneggin og já. Þetta er fólk með alltaf hreinu, sko. Já, ert bara með þinn burrito og serrano, ert bara, ég herði þú veist, ég kem alltaf hérna 3:00 klukkan 12. Já, bara búin að panta bara með kóðanum bestís. Já, það sniðut. En það einmitt góður matur til þess að einmitt vera að pikka upp núna, þú veist, hröðþjónusta, hollur, bara bílalúun að höfða, hérna upp á höfða, keyra fram hjá, þú veist, ég pantaði bara í appinu daginn, nei, appinu inn á netinu. Sniðut, og fara úr til lúun að segja hann. Já, og borgaði bara með bestís, þú veist, hérna kóðanum, og svo bara stoppi lúnu, bara ég var búin að panta á nafninu Birta, komið, þú veist, ég aldrei. Negla. Já, fekk 20% afslátt, þurfti ekki að fara inn á tilbúið og ég þurfti ekki að stíga út úr bílnum mínum. Þessi fucking iconic, sko. Geðveikt. Ég elska bílalúgur, það er ekkert betra. Allt í lífinu sem stytti mér tíma. Og þurfi ekki að fara inn líka. Já, it's my thing. Já, pantanetinu og sækja lúgu, wow. Dream. Þannig að, einmitt, serrano mjög gott fyrir, fyrir ykkur sem eru svona, einmitt, líka kannski reyna að taka til í matræðinu. Sem ég þarf vissulega fucking mikið að gera. Er það? Já. Ertu ekki bara búin að góða í svona balansi? Ég bara, sko, ég fæ mér nammi all daga, sko. Já. Ég held að sé ekkert alls sem gera það. Þú veist, ég fæ mér alltaf súkkulaði. Þetta er svo samræð. Já. Við höfum alveg ofta þessu samræði. Já, nei, bara líka bara akkurat þetta, bara nammi þetta dag, súkkulaði. Já. Það er því ég fæ mér ekki nammi gúmmi eða eitthvað hannig, skilur. Ég er bara súkkulaði, eiginlega alltaf. Ég held að bara klikka ekki, sko. Já, og nú náttúrulega hjálpar ekki að maður sem er bestís. Einmitt. Eigi það heima. Einmitt, sem er best súkkulaði í heimi og á. Besta. Christ. Alveg bara, ef maður stundum að opna sér nýja dollu bara til að bara súkkulaði, kannski. Ég vissulega hef gert það nokkuð. Það er svo geðveikt, sko, en þú veist, en það er bara svona, mér finnst það svona, maður verður að fá, allavega fyrir mig, ég verð að fá mér eitthvað sweet treat alltaf. Ég gæti ekki farið allan daginn án þess að fá mér eitthvað smá svona rewarding. Það er svona alltaf læg. Já, en þú veist, núna er bara síðgæst eða ég er búin að fá kannski aðeins meira en bara smá súkkulaði. Ég skil. En einmitt, fyrir ykkur sem get ekki átt þess að nammi þetta og er eins og Sunniva, þú veist, þeir eru svona sweet treat every day. Ég get ekki borðað mikið í einu. Ég freka að fá mér smá á hverjum degi. Þá er það bara alveg svo eiga laugardagsnammidag. Skilur þið? True. Ef þú tekur bara pínlítið. Já, ég meina, ég get bara ekki, þú veist, ég gæti bara aldrei hætti að fá mér smá súkkulaði. You don't need to. Nei. Við þurfum bara búið til eitthvað svona, þú veist, eiga þú veist, eins og bestís og þannig fyrir nammidagan okkar og eitthvað svona hannig. Mér finnst bara nammidag, það er bara eitthvað sem ég aldrei virkar um mig. Nei, einmitt. En en það er alveg örugglega hægt að finna sér eitthvað svona sniðu, svona hot treat sem samt slekkar á þessu kreifi. Já, klálega, sko. Maður hefur bara að finna sér það, sko. Bara, þú veist, en mér finnst líka það sem ég er búin að fá þegar ég er bara svona late cravings, þá fæ ég mér bara svona grísdjókur fullt af ferskum ávöxtum. Já. Það er bara eins og fá sér ís, skilur. Ég veit að það er búið að vera morgumatur minn, og svo ekki þín aðan, það er búið að vera morgumatur minn núna, bara síðastlinir og svona 2 mánuði. Aha. Já. Bara 2-3 mánuði. Alltaf ber? Já, alltaf frosin bláber. Og þú veist, mér finnst það alveg næs. Okay. Mér finnst það næs, sko. Þannig að ég er svona, já, þú veist, og svo á ég alltaf, þú veist, einhvern ávöxt, epli, við eigum alltaf epli og banana heima. Það er næs. Þannig að það er geggjað, svo eitthvað smá hnetusmjör og svo eitthvað svona eitthvað granola og þú veist. Allt með hnetsmjöri. Bara nammi. Já. En líka þú veist að því að, þú veist, ég var alveg sött svo lengi sem er svo næs. Já. Ég hata að vera bara komin út í daginn klukkan 10 og ég er aftursving. Mér finnst ekki eins, sko, ég er bara stundur bara svona, já, ég þarf að bóla. Já, einmitt. Svo í morgunni var ég bara svona, áður kom hingað upp á skrifstofu, var ég bara svona, ég er að fara og ég er ekki að fara að borða neitt síðan, skilur, fyrir kvöldmat, skilur. Já. Eða nema að fáum okkur eitthvað smá hérna. Einmitt. Hvað snarl. Þannig ég var búin að gera, þengað í gær, bara svona túnfisalt holt. Og það er svo gott. Svona litla brauðsneiðir með geðveikt mikið af túnfisalati. Það er svo gott. Þannig að þetta túnfiskur, laukur, kótasæla, smá light mayo. Smá light mayo. Bara upp á áferð. Já, bara tiny. Og hérna rauðlaukur, var ég búin að segja. Já. Og svo pickles. Já, pickles. Fuck, þetta er gott, svo sko. Gott, já. Og þetta er high protein. Já, svona svona crunch. Og svo bara saltpipar, smá chili. Og setja smá jalapeno líka. Ég set líka egg. Og egg, já. Very healthy. So good. Very demure. Já. Þannig að það er óslega næst að eiga svona eitthvað svona
tilbúð, þarna hefði ég getað gripið í eitthvað svo, þú veist, Já, óþarfi skilur, Einmitt, þannig að einmitt. bara svona tilbúið fucking túnasalat er svo vannmiði. já, ég veist, það er ekki vanmyndið okkur samt, sko. Nei. Þú veist, ég bara, Mér finnst enginn að vera svona obsessed að túna eins og við. nei, ég sko, þetta er ritual hjá mér alla sunnudag að býja til heimagert og við setjum bara niður og, veist, við reyndar, þú veist, erum alveg bara með ritskeks, bara erum bara með svona, þú veist, þetta er bara alltaf svona 2 tímum fyrir padel á sunnudum, þá ger ég fyrir mig Embla og Gunna og við setjum við borðið og erum bara eitthvað að dífa og borða. Þeir ekkert eitthvað að fara í bakri og hlýðina og kaupa súrdeigsbrauð með þessu eða eitthvað nei. Þú veist, við höfum alveg, jú, það gerist alveg á sunnudum sem við gerum það, en þetta er alltaf svona eftirmiðdagi snarlið okkar, er alltaf heimagert á sunnudum, ég veit ekki okkur. Ég sé þetta fyrir mér, þið öll bara eitthvað gúffi ykkur einn sum skálinu alltaf keppast um. Já, þetta er nákvæmlega Það þannig. ekki? Jú, og þú veist, okkur öllu finnst þetta alveg jafn gott, Já. þannig að þú veist. En hvað setur þið þitt? Ég seti einmitt pínulæt majó, kótasælu, túnfisk, bara fullt af rauðlauk og sem er mjög heppilegt að Emblu finnst það gott samt, skilur. Setur mikinn? Ég get ekki á mikinn. Ég geti setið alveg mikið, Já, sko. Já, ég er alveg... Hvað setur þú veist, ratio vibe? Setur þú einn túnfisk? Já, eiginlega, ég kannski skil eitthvað smá eftir, já. Fyrir 3 manns? Já. Setur þú egg? Nei, ég seti ekki ekki. Okay. En ef ég á... Akkur klárar ekki bara í stað fyrir Ég hef eitthvað svona stundum verið eitthvað svona fundist of mikið, ég gerði eitthvað að það var of mikið túnabragð eða það var kannski þurft að eiga meiri kótasælu. Ertu að nota þá í olíu eða vatni? Vatni. Já, ok. Já, ég myndi ekki nota olíu. Nei, ekki heldur. Anyways, allan að svo set ég, þú veist, mér finnst líka stundu gott ef ég á smá díjón, að setja smá díjón. Það er geðvægt. Þú veist, onni. Og svo bara ef ég á pickles, þá myndi ég setja það. Ég set ekki jalapeno þegar Embla er bara með okkur. Gott að jalapeno smaður. Já, en þú veist, ef Embla er ekki, eitthvað er að lúra eitthvað, þá set ég jalapenos. Já, í þá dós, svona... Í svona krukku, Já, ég myndi það. sem ég svona sker bara niður í lilla bita. Einmitt. Bara mega næs. En ok, við erum búin að taka gymmið svona aðeins fyrir, það er svona back to routine. Hvað finnst þér annað vera? Mér finnst að vera, þú veist, að elda heima. Já. Ef ég er orðin duglega elda aftur heima, þá er ég svona góðu jafnvægi á rútínu. Já. Þannig að þú veist að setja sér að vera að borða kannski skyndibita bara kannski 2 í viku eða eitthvað skilur ekki því og bensin alltaf 2, við erum ekki með barn þá er ógeðslega auðvelt og tempting að nenni ekki að elda fyrir 2 á bara svona pöntum eitthvað og kannski bæði vinna eins framvöftur bara svona pöntum bara eitthvað skilur þannig að þú veist það að elda heima það líka fyrir mikið quality time og bara miklu meira rewarding einhvern veginn, en þó ég elski hitt líka bara að sittast upp í sófa með eitthvað take-away, skilur, geðveikt en þegar maður svona byrjar að elda eins þá er svona, það finnst mér að vera meira rútína kannski spara eins líka svona. Já, það spara helling, guð mig góður klála, ég er alveg sammála því þú veist, þegar maður einhvern veginn farin að setja þetta inn í rútínuna bara heimilismatur 3-4 sem í viku þú veist, gera sér innkaupalista eða þú veist, gera þetta skilur þú veist að þetta er svo fljótt að þetta bara í eitthvað svona sem fær að bíða síðast, skilur Já, þannig að ég hef svona markmið að elda allavega 3 sem heima í viku, þú veist, það er nú ekkert hljómar ekkert mikið á 7 dögum, skilur en það er svo oft sem maður kannski bóðið í mat eða eitthvað þannig þannig að ég má ekki kaupa heldur of mikið í matina því þá fer allt til spillis að því við erum bara 2 Já, en það er einmitt, þaðan komur svona innkaupalista líka gæst niður, þá ertu bara að gera ráð fyrir akkurat og þá ertu bara að kaupa, skilur Ég bara virkar ekki samt, sko Nei, fyrir okkur virkar það ógeðslega vel ef ég er bara, ok, ég veit að það er hakkuspagetti hérna á mánudum og það er eitthvað svona Já, gott að vera með matseðil Já, ég tala um það, Já, ég held að innkaupalista, já Nei, þú veist, þá bara kaupi ég bara í það kaupi bara í þetta, þá á ég það bara þá erum við líka að sleppa við þess að skjótast í búðina kosta samt 15 skall í hvert skipti, skilur að gera okkur smá bara svona, ok, þú veist Við ætlum að hafa þetta í matinn þennan dag það er mjög sniðugt svona, þú veist, og svo kannski kemur mánudagur þú veist bara eitthvað, mér langar ekki til hakkuspagetti þú getur bara geimt það, þú veist alveg sem æfingunar, en mér finnst líka þegar svona back to routine, þá er einmitt þú veist, svona bara svona, hvernig þú ætlar að prioritisa hlutunum og ég er að fara inn í þetta núna, tímabil sem að þetta inn í að svona nokkur hlutir sem ég langar að hafa efst á lista, það er til dæmis ég ætla að, númer 1 ég held það sé bara númer 1 er ég ætla að vera aðeins minna kröfuhörð það er svona oft litlu hlutirnir sem að geta svona tekið mann smá úr jafnvægi en skipta í raun og engu máli það er bara að tala um þú veist ok, það er kannski bara eitthvað drasl heima og maður er bara, oh my god, þetta er bara svona heltekum mann og
og maður, þú veist, fekk kannski verið bara svona, ég fekk kannski eitthvað benda puttum og Gunnar bara, líka mér ganga frá þessu, svo skiptir þetta raun og veru engu máli. En ég leyfði þessu að taka gett mikið af tímanum mínum. Þetta svo svo verður þetta aftur, þú veist, þegar maður á bad, það bara magna, það bara svona, þú veist, ég ekki að vera eitthvað drastlega skítu, það bara verður dót. Þú veist, það kemur bara hluti færast úr sínum stað og bara færist eitthvað annað. Þannig ég ætla svona að það númer 1 hjá mig bara svona, ok, minnkum aðeins kröðun þetta. Stundum er bara ekki búið að ná að setja allt í vélina og það er bara þannig, eða þú veist, þvottasnúran er ekki alltaf tóm og þá er það bara þannig. En númer 2 hugsaði líka bara svona tími fyrir sjálfa mig. Ef ég prioritisa það, þá líður öllum betur. Skilur. Öllum í kringum þig. Já. Þú veist, og meðal hans mér, skilur. Og mér langar að prioritisa date nights og bara gera það svona actually að bara, maður er alltaf að segja þetta, bara já, við verðum að fara að ákveða, þú veist, en bara að gera það. Og númer 3, mér langar líka svolítið að hafa svona, það þarf ekki að mánaðilega plana eitthvað þannig, en samt prioritisa líka bara vinkonu típa, skilur. Algjörlega. Þannig að þetta er svolítið svona, þú veist, það sem ég hugsa á líka inn í rútínuna sem er að koma bara, ok, ef ég er með alla þessa... Og svona rækta sambönd og... Já, klálega. Mér finnst það alveg svona skemmtileg... Reyna að ná að gefa öllum tíma sem mann langar að gefa tíma. Já. Einmitt. Algjörlega, mjög sammálaði. Af því þetta er náttúrulega bara, maður dettur í rútínu og þá dettur maður bara í eitthvað svona smá bara svona vítarhring. Ég þetta bara frá svo 9, bara, þú veist, og hættir að hitta viniðina og allt annars. Já, algjörlega. Svo kemur heim og það er allir drasli og það bara, herðu, við getum ekki fara út á date night, þú veist, það er heimilið, bara ég nenni ekki að vera elda með þér í kvöld, það er bara að sopna og það er allir drasli, eða frekar kvöldin ég að taka til. Slepptu ég bara. Gerið bara, þú veist, spilið bara, þú veist, gerðu bara það sem þú ætlaði að gera. Að þið hitt gæti alveg bara svona consumer mann, skilur. Þannig ég held að það sé svona, já. En maður leggur eitthvað svona axi upp og svona, ég ætla að prioritisa að þetta verið gert, þá gerum maður það. Já, en líka, þú veist, eitt sem ég þarf að taka til mín er með að þrífa og þetta. Ég er alltaf bara með þrá ekki fyrir all dag einhvern veginn að sé hreint, skilur, en samt einhvern veginn er allt oft í bara kaosi og ég veit ekki hvort þetta sé ADHD eða hvað þetta er. Það er bara, liðið að taka til, þá er komið annar drasl og þá er ég bara, ok, ég vil taka þetta drasl, skilur. En svo hefur fengið þrif heim til þín. Já. Akkur tekur það klukkutíma? Já. Ok, þannig að núna ætlum við að setja bara timer og við fáum bara á dag, og þú veist, ok, ekki dag, bara nokkur sem í viku kannski þegar þarf. Bara þú og Gunni, ég og Bensi, klukkutími timer, gerið sem við getið, sýðist niður. That's it. Já, einmitt. Og ef þið náðuð ekki að skúra, þá bara gerið það eftir 2 daga, eitthvað skilur, þetta einu eftir eða eitthvað. Bara klukkutíma kannski ekki mikið, skilur, en það ætti alveg að taka 2 einstaklinga klukkutíma að gera allt fínt, sko. Það þarf ekki 4 og 5 tíma. Oft þegar ég er með boða og eitthvað heima, þá er bara, ég þarf að vakna klukkan fucking 6 til að taka til fyrir boða sem er klukkan 6, skilur við. Einmitt. Þetta á bara að taka 2 klukkutíma, max. En maður er bara með timer, þá kannski er þetta svo í gymminu, bara, ok, ég verða að klára þetta á svona stuttum tíma, skilur við. Og líka bara einmitt, þú veist, og svo bara, þú veist, komið drasl eftir 2 daga að leyfa því bara, og því ég er að tala um drasl, þá er ég að tala um bara svona eins og hjá okkur, þú veist, þá er eitthvað kuppar komin fram í stofu. Eða bara einmitt, þvottasnúran er full og maður er bara, það þarf að græja þetta, bara ég get ekki byrja einhvern veginn, ég veit ekki, þú veist, það er svona þetta svona, haldtökum mann einhvern veginn, þú veist, að vera bara svona, ok, þvottasnúran fæ bara að vera þvottasnúran, ég er samt bara að fara að fá stelpunar í heimsókn, þótt að sé föt og þvottasnúrunni. Já, maður þarf að hætta að vera svona pæla svona mikið. Svona kröfuharður á sjálfa sig. Já, og þess að maður kemur svo heim til vinkvönsunar bara, og það eru bara, sorry, hvað er mikið drasl? Og ég bara, where? Já, ég veit það. Where? Já. Þetta er ég í toppstandi eftir að vera að taka til í 8 klukkutíma. Hvernig er þetta drasl fyrir þér? Bara, I don't get it. En Bensi setti þetta þá reglu af því ég er bara þannig upp alin að ég er alltaf með þvottalinn í gangi. Ég bara allan daginn er ég að þvo. Allan daginn. Einmitt. Og þá náttúrulega pælast allt fucking upp, sko. Ég bara, stundum er ég að setja hluti í óhrundtögið svo sé pláss í skápnum fyrir hreinu þóttu. Þetta er bara, jú, þetta er óhrætt, jú. Og bara ef ég er með allt hreint, allt þú veist hreint, þá ég sloppana mína, skilur. Já, það er bara eitthvað sem er alltaf í þvotti, skilur. Já. Og hann segir mig að ég má mánudag, þriðjudag, miðvikudag, þá má ég þvo. Ok. Þetta 5 daga brjóta saman, svo láta friði, skilur, yfir helgina. Já, það er snuð. Þá á ekki að vera neitt hreint þvottur upp á borðunum með eitthvað þannig, skilur, sem er mér er gaman að þvo, mér er ókslega að brjóta saman. Já.
Same. Þetta er bara á snúrunni. Eitthvað sem ég hata. Já. Þrífa, elska. Já. Ganga frá hata. Við erum auðvitað, já. Við Gunni erum akkurat auðvitað. Hann elskar að þrífa. Já, ég og Gunni erum samanskja, þú og Bensi samanskja. Hann vil taka til, hann vil brjóta saman, menn ég vil þrífa allt. Já. Miklu skemmtilega að þrífa, en ég er mjög glöð að sé balans. Já, það er rosa gott, það er rosa gott. Ég skal taka þetta á mig, sko. Einmitt. Ég myndi frekar vilja þrífa öllu rúminu heldur en að, þú veist, flokka eitthvað heila hillu, skilur. Já. Hvað myndir þú vilja? Flokka? Þetta er svo dunda mér. Ég vil bara Já. Ég veit það ekki. Já. En, þú veist, nei, það er klálega, þú veist, þannig að ég held að ætti allir að setja sér líka eitthvað svona markmið, bara hvað þú ætlar að prioritisa í bara haust sem er að koma og haustu vetur og þú veist, hvað ætlar að vera minna kröfuharður á, þú veist, hvað ef þú hugsaður því stóra samhenginu, hvað skiptir raun að vera ekki máli, þú veist, ok, pannan fekk að vera þarna yfir nótt í vaskinum, skilur, þú veist, það er bara svona en það gæti alveg stofnum til rifrildi hjá mér og Gunnar verið bara, ætla þú ekki að taka hana skilur en bara vera bara, ok, í stóra samhenginu hún er það til morgundagsins þú veist, ef þetta bögga þig svona mikið sem einstaklingur, gerði þetta þá í staðan fyrir að nagga í maganum, skilur svo líka það bara, svo er það líka ég sem mannski sem bögga mig á eldhúsrusli skilur, ég vil hafa eldhúsið hreint árið fyrir að sofa og vélinn í gang það er bara svona mín rútína og þá líðum betur og ég sé betur já, akkurat og það er ekkert allir þannig að ef þú böggar mig þá er ég að fara að laga það þá verður þú, já, akkurat það er þetta mjög góð regla líka hjálp, skilur en það þarf, ég nenni ekki að vera bara að berjast að þú tekur hana, skilur þetta er að fara svona tökur á mér, skilur þá líður mér bara betur, að ég ger þetta bara sjálf bara eins og þetta að býða eftir magan en að fara út með ruslið ég er bara, I do it on my fucking self sko. ég nenni ekki alltaf að vera eitthvað að spurja eitthvað um að gera eitthvað fyrir mig sko. Einmitt. Það er þetta óslega góð punktur líka þú veist að hætta þá líka að vera kröfur á hvert annað þú veist fyrir þá sem eru að reka saman þú veist heimili já og svo þú veist að því að það fyrir eitthvað annað í töðunar Bensa sem er eins og make-up mitt skilur saman með Gunna sem ég geri 100% maður hefur sitt bara en já ég ætla samt að fara inn í þetta með minni kröfur á litlu hlutuna þú veist ef við hugsaum stóra samhengi þá skiptir það ekki máli þú verður að tala við þetta við Gunna þegar ég mun gera það líka en ég held að það sé gott skilur fyrir marga þú veist að því að ef þú ert með eitthvað sem getur konsjúma tímaðinn sem þú ætlar að eyða í eitthvað annað skilur að já bara þetta er bara svona áminning bara hvað skiptir í raun að vera máli mér finnst skiptir í raun að vera máli að við tökum date night og mér finnst skiptir í raun að vera máli að ég sé að taka frá tíma til þess að bara vera með vinkonum mínum þú veist bara að það skiptir í stóra samhenginu þá er það að fara að gera miklu meira fyrir þig og svo líka eitthvað fyrir sjálfa þig ég held að það sé líka mikilvægt að fara að setja sér svona, já, ok, þú veist, ég ætla að taka göngutúr 2 ári í viku kvöldið, bara með bók í eyrunum í staðis að vera heima að þrífa. Ég veit. Bara ótrúlega sniðugt. En talandum að gera eitthvað fyrir sjálf sig, þá er varamánaðarins komin í blöss. Já, lagsalinn búinn. Alltaf svo spennandi að sjá. Ég er mjög spennt. Ég er ekkert búin að svindla og kíkja. Ég var ekki búin að sjá þetta heldur, en þetta er Satisfyer Wand Air varamánaðarins. 9.093 krónur. Þetta er trilltæki. Jöps. Þetta er svona nuttvöndur sem er bara örfa snýpin allt þar í kring og já. Þú virkar líka alltaf sem nutttæki bara. Háls og herðar. Já, háls og herðar. Það er þetta farlega sniðugt. Já. Þetta er eitthvað voða flottu vöndur hérna sko. Já. Áttu svona? Já, ekki svona. Áttu svona? Já, svona sko. En hann er reyndar blár, en þessi er svartur. Þessi svartur, já. Þannig ég held að þetta sé sami sko. Geðveikt. Já, þetta er mjög sniðugt og líka einmitt gott verð, 9 kall. Þetta er líka, þú veist, þetta er alveg stórt sko. Já, einmitt. Ég hef séð þetta einu blöð sko, þannig að ég veit hvað þetta er. Þannig að þetta er góður prís fyrir stóra vöru sko. Ég myndi segja það. Ég meina það var kostað 13 skall og þú fáið 9 skall og þú undir 10 skall sem er bara góð díl sko. Já, það er líka förum inn í haustið með þetta við höfum góð díla í huga. Það er ógeðslega sniðugt og þegar við tölum góð díla þá getum við ekki annað en sagt bara það er ógeðslega sniðugt að nýta sér netgíró. Þú getur einhvern gert það inn á blöss. Já. Sem er þægilegt. Akkurat. Þannig að við mælum alltaf með að nýta netgíró. Já, og örugg leið og líka hægt að dreifa greiðslum og svona, þannig að þetta er eitthvað fyrir alla. Já. Það er svolítið svoleiðis. En annar díl sem við líka verðum að koma inn á, að því við vorum að segja að þetta væri svona back to school líka,
að nú erum við vinkonunnar komnar í langtíma leigu Heyrðu við, já, skvísunar vetrarleigu á bíl hjá GóLeiga sem sagt goleiga.is og við erum með 2 kaka sko mjög góða Við erum á geggjum kökum við erum skvísunar á svolítið stórum bílum sko hann verður að farið varlega, tjók þið mætu okkur Við munum leggja alltaf lengst í burtu en það eru bara fleiri skref vissulega þannig að það er bara gott en goleiga.is er heimasíðan þeirra þið getið skoðað hvað bílar eru með og svo leiðis þar við erum með vetrarleigu í gangi og það sem að sniðuðast við þetta er að það eru verð frá 69.900 á mánuði ef þú deilir þessu með vinkoninni ef við bara okkur voru ekki að gera þetta þegar við vorum í MS Þetta er svo fucking snið, sko Svo ógeðslega snið, þannig að segjum við sem 2 að deila bíl, sem að er 70 skall, það er eitthvað 35 skall á mánuði, á mann og við vorum að tala enga tryggingar ekki, ef það þarf að skipta dekk bara þau sjá þetta allt, skilur Það er ekki að pæla í því, smjörvesen og allt þetta leiðilega sem við höfum að gera og sem kostar sem kostar hvað mann ís skoðanir og þetta er bara allt úti þannig að ok, þetta eru kannski 2 að deila það getur verið 3 að deila, það getur verið 4 að deila En það muni kostnaður Alltaf muni kostnaður, já Svo geðveikt, sko Og fyrir ykkur sem eru kannski í menntaskóla eða voru að byrja saman í háskóla eða eitthvað svona, eða bara basically vinnið saman og bara your work bestie skiptist á bara sækja Það er líka ógeðslega gaman að vera með ykkur alltaf á bíl Það er geðveikt Það er leiðilegt að vera einn í bíl Við Sunniva, við reynum að fara allt saman á bíl Þetta er bara orðið þannig að við þurfum að fá bílstól Við þurftum að fá bílstól í bílinn hennar Sunnivu Svo við séum ekki eitthvað, nei, heyrðu við þurfum að skutla byrti í sinn bíla þegar hún þarf að fara Já, og svo perrandi, þá getum við ekki kert saman Einmitt, þannig að Já, ef þú vilt gefa okkur bílstól þá Já, vandar, við erum bílstól En við erum með svona ekstra fyrir ykkur að ef þið skrifið teboðið í athugasemd þegar þið eru að bóka ykkur vetrarleigu þá farið 10 króna afslátt af fyrsta mánuðinum Já, það er bara slatti, sko eins og við tala 10 skall, góð díl Já, getur kiptir Satisfied Wonder í staðan gríns, girl math, vá, það er þetta gæðið Þannig að, já, það er þetta er ógeðslega sniðugt fyrir ykkur sem eru saman í skóla eða saman í námi eða Þetta er svo sniðugt, sko eins og þú myndi mig á það að þegar ég var í menntaskóla þá var ég alltaf að sækja vinkonum mína Já, og þið byggur nálægt hvort annarri Já, þið bjóðu í svona öðru hverfi og allt, sko En ég skuttlaði henni og sótt hann hverjum einasta mótni en þannig hefði við getur bara að leiga bíl saman Svo sniðugt og verið bara með bensínkort eða eitthvað í bílnum deilt kostnaðinum Brilliant Mindblowing Bara, þetta er ef ég væri, ef ég væri í menntaskóla núna eða í háskóla með einhverjum vinkonum mínum þetta væri bara átó Já Sammála. Þetta er svo miklu ódýrara heldur en að reka bíl 100% Þannig að, og pröfa bara vetrarleigu þetta er bara fram í janúar eða eitthvað skilur þetta er bara ógeðslega þægilegt hvort það virki og svona líka bara gott að sjá hverju alveg vinkona einn skilur hvort þið ná að vera að deila bíl saman Þetta er alveg svona test kannski skilur Já, einmitt, hvernig gengið frá og svona Nei, 100% En það er einhvern veginn ekki hægt að tala samt back to routine á þess að tala líka bara self-care eins og ég var að segja það er eitthvað sem ég ætla að prioritisa svona tími fyrir sjálfa mig Já Ég held að það sé bara, einmitt, aftur, gott fyrir alla en það er náttúrulega einmitt skincare að setja sér kannski eitthvað svona ekki markmið en kannski meira bara svona búa sér til sína rútínu núna fyrir haustið og þegar maður er með aðeins öðruvísi ég er með aðeins öðruvísi skincare á haustin og veturnar það er svona, kemur yfirleitt eitthvað meira vesen upp þegar kuldin kemur, sko klálega Það er svo léttur á því alltaf á sumrið. Já. Það er kósí, sko. Þá er það bara, maður er bara sólvetni nummer 1, 2, 3, ég veit að það þarf líka að nota hana yfir veturinn, en en núna er maður svona, já, raki, já, þetta, skilur Já, bara alls konar bara óðnað með kuldaexem og svo djúprinsun og allt þetta, sko. Þannig að, en, skincare og svo haircare. True. Og þú ert alltaf búin að vera að segja frá því núna að þú ætlar að taka smá svona Já, ég er með health there hérna eins og alltaf samt en ég er að taka ekstra og ég bara finn strax mjög á háruna verður ég byrjaði þarna í ágúst þegar eftir að ég kom út frá Króatíu var hárið mitt alveg nese en núna er það eiginlega komið tilbaka bara miklu betra, allt annað komið Geðveikt. En ég var styrtað á hann og rútínan mín það var Miracle Hair Treatment shampooið frá Eleven og svo bara towel dry it
K18 Maskin, já. Já, 4 mínútur í áðurinn ég set Miracle Health treatmentið sem maður setur eftir á. Og já, og svo soft smoothing spray yfir til að fá hitavörðuna auka skilurðu áður maður blæst það og very smooth hair. Einfalt. Já. Gott fyrir hárið. Þetta tvöföldu vörðna. Já. Af því það þú veist, vörðn í Miracle Health treatment, Mér finnst því svona oft þurfa líka svona ekstra, bara svona, Já. Að því maður setur kannski ekki allar upp í rótina. Sammála, já. Þannig að ef maður sprayar smoothing sprayin yfir rótina líka, þá svona, þá hitavörðuna þanga líka. Já, það alveg fórlega góð punktur, sko. Og maður setur hitavörð alltaf í endan. Já, akkurat. En já, þetta var bara svona simple rútína mín, skilur. Þegar ég hef minni tíma. Annars fer ég úr sturtunni, sitt K18 í 4 mínútur og fer aftur inn í sturtunni og sitt hárnar og maska og eitthvað svona. Já, það mjög snöðt líka, sko. Einmitt, maskar og svona, maður fyrir að fara, einmitt, setja það inn í rútína sína, sko. Það er ég að tala The winter is coming. Já, en 100%. Og líka bara, ég veit ekki hvort þú vorum að tala þetta í tilbúðinu eða hvort þú vorum að tala þetta okkar á milli, en þú veist, það alveg mýta að þú ekki verið þóðar hárið. Já, það það. Já. Sérstaklega fyrir mannesku sem eru að æfa eða eru bara aktívar. Þetta allt öðruvísi, þetta clean girl dæmi að þóða einu sinni í viku eða eitthvað tekja henni fyrst eða hvað sem að gera. Þessum manneskir eru ekki að svitna alltaf dag. Nei. Það hlýtur bara að vera, því ég get ekki gert þetta. Nei. Bara ekki séns. En líka bara, þú veist, maður gat þetta, maður gerði þetta alveg, því þetta var bara bólan, var bara ekki þrífaður hárið, skilur. Það var bara tísku bólan, bara það hræðilegt fyrir hárið. En það var líka einmitt á COVID-tímanum, þegar maður var kannski ekki alltaf í gymminu og eitthvað, skilur. Einmitt. Og líka bara, þú veist, en nú bara, við vorum með eitthvað, þú veist, þetta bara þetta fyllir svitahólunar náttúrulega sem eru, og þú veist, og líka bara hár. Það stíplar bara alla rótina, skilur, af því að þú ert ekki að þvo enna skít og svo mengun og svo þetta vörur, hárlakk og allt þetta, þú þarft að þrífa þetta úr. Annars bara, þú veist, hefur ekki lendið, ég bara notað mikið hárlakk margar dagar í röð, það verður bara þurr. Jú. Svo verður að þrífa þetta úr. Já. Þetta K18 detox shampooið, eða detox frá Eleven, skilur, taka alla vörurnar úr einu sinni í viku. Já. Og svo bara svona ég byrja að þrífa hárið mitt miklu ofta núna, sko. Já, bara same. 100%. Ég ekki lengur að það, þú veist, eitthvað svona, nei, ég get það ekki, bara 2 dagar síðan. Það frekar bara fucking gerðu það bara. Þrífa það, sko. Já, bara 100%. Já, líka bara líður betur ef þið þrífa það. Þá það hreint. Ég sammála. Þú veist, það er bara betra. Já, það betra. Já. Þannig að, þú veist, við ætlum bara að koma því líka framfæri, þetta bara mýta. Við ætlum alltaf þeirra að sem mýta. Og við ætlum að prófa að þrífa það oftar. Og sjá hvernig það fer fyrir okkur. Já, við ætlum að gera það. Það kannski ekki gott fyrir alla, ekki fyrir fólk sem þú veist, kannski ekki mikið í mengun, mikið í, þú veist, maður liggur líka í gymminu og skítur dýnum og okkar, skilur. Og þú veist, og svitna, þú veist, þegar ég fyrir gymmið, þá svitna ég svo mikið í hárinu. Af því að hárið mitt svo þykkt og ég bara fæ heyrnartólsfar í hárið, bara blautt, skilur. Þannig að ég verð að þvoða. Einmitt. Allavega. That's what we're gonna try. Þið þurfum ekki að herma, en nei, en þetta við erum bara eftir ykkur. Við ætlum bara að gera þetta, einmitt. En þú veist, svo líka bara svona body skincare. Einmitt. Fara, þú veist, alveg koma því bara inn í rútínuna. Bara, þú veist, vera með bara shower-olíu í sturtunni, body lotion, þú veist, maður bara fara taka svo góð everything showers. Já, það ekki? Rútínu sturtunar. Já, þú veist. Hvað betra en góð sturta, sko? Ekki neitt. Bara, og þú veist, það ógeðslega gott að velja sér dag í þetta. Þú veist, minn yfirleitt alltaf á sunnudum. Þú veist, bara já, everything. Já. Bara svona að reyna bara allt og þú veist, þá maður skrúpa af gamla brunku og þá getur sett hann á mánudeginum og þú veist. Já, ég eftir með, 50daga og sunnudaga líka. Já. 50daga náttúrulega fyrir helgina. Fyrir helgina þetta líka mjög sniðt. Og þetta morgunin hjá okkur. Já. Svona refresh. Akkurat. Svo bara alltaf muna að drekka vatn. Já, klálega. Bara setja það inn í rútínu, það alltaf ógeðslega mikilvægt. Vera bara með eitthvað svona emotional support brúsa eins og við erum alltaf með. Já, ángríns. Það gerir helling. Já. Bara veldu flottan brúsa og bara þóttum skilið. Þú veist, ég getum ekki sagt að okkur sé flottu, sko, allavega ekki minn. Nei, en þú veist, bara sem að, kannski finnst það eitthvað maður flottu skilið. Bara þegar vatnið gott, þá miklu betra að drekka vatn og þá drekkum maður meira vatn. Já, ef þú með brúsa hljónar drekkur meira, það bara þannig. Já, og með klökum í sérstaklega. Já. Allavega fyrir mig. Ég bara elska klakavatn. Sammálaður. Ég drekk miklu meira vatn þegar það klaki í brúsum mínu, sko. Sammála. En eigum að skoða líka tips frá besties. Já, gerum það. Ég var að hugsa hvort það sé eitthvað að gleyma sem... Jú, eitt líka með back to routine sem ég var að hugsa í dag því að við sem vorum að taka þetta upp. Farið núna að bóka tíman ykkar.
þú veist, hérna tannlæknatíman. Já, og klippingu, þú veist, fyrir jólin og allt þetta. Neglur, augabrúnir, ef þið eru í þessum gír. Bara það sem þið gerið. Það sem þið gerið. Vaxið, leyserinn. Hvað fyrir fólk meir í? Vaxið, læknatíman, húðlæknatíman, tjekka blettaskoðun. Ef þið fáið þann tíma næstari, en þú veist... Já, ég bókaði minn í maí og janúar. Það er mér svo búið frestunum fyrir februar, sko. Já, en þú veist... En að bókan... Já, það er stórt skref. Hver einstu degi að lengist það, skilur, kunnu að fara þann. Og líka, ég er búin að festa það í mínu rútínu sem hefur gert gífurlegan mun fyrir mig, að þegar ég fer, þú veist, eins og núna í tíma í brúnir á morgun, þá panta ég í þeim tíma næsta tíma. Já. Þú veist, þá er ég bara með fast, já, þú ert að mæta hérna eftir skilur. Þú vilt náttúrulega fara mánaðarlega, eða ekki? Já, þú veist, nei, líka bara, þú veist, eins og með hárskilur. Ég fer aldrei úr tímanum ekki með bóka næsta. Bara geggjaði viðskiptavinur. Já, ég er mjög góð viðskiptavinur. Þú veist, en það er ógeðslega þægilegt fyrir mig, af því að annars er ég bara, læt tíman líða og nenns ekki. Núna erum við bráðum að fara að bóka jólatímana, sko. Allavega hjá Rebekku í Augabrúnni, sko. Það er alltaf bara ágúst, vantaði jólatíma, ég bara, gæla, ég er ennþá í sumar tímanum þennan, sko. Nei, ég ætla bara að bóka hann, það er bara ógeðslega sniðt. Þannig að ég ætla bara að setja þetta í rútíninu ykkar að bóka fram með tíman, veistu svo, að því við gerum þetta með neglur. Já. Þá bókum við bara gett mikið, sem er gett þægilegt. Já, og ég þarf bara neglur. Ég þarf bara neglur, síðan fyrir dag. Ok, já, og líka bara svona sittast niður kannski stundum og plana vikuna þína. Já, mjög sniðt. Ákveða hvað þú ætlar að gera hvaða daga og bara jafnvel hvað þú ætlar að borða, hvernig þú ætlar að hreyfa þig, hvernig þú ætlar að vakna og hvað komir að? Setja sér svona smá vikumarkmið alltaf. Bara í þessari viku ætla ég að ná þessu og þessu og ég ætla að taka klukktíma í geymslunni að ég skulda það. Eða þú svona eitt svona geðveikt produktið sem mun láta að líða vel eins og gerði bara í 5 ár. Já, bara ein geymsluþrif, bara taka þessa komu í gegn, skilur við, bara svona einu sinni í viku eitthvað svona leiðilegt verkefni. Akkurat. Vá, hvað ég þarf að gera það, sko. Skráðu núna í áskriftatilboðinu og vertu bara, ég hlusta bara á áskriftaþættina ef ég er að gera eitthvað productive. Já. Fattur þau? Þannig að ég má bara hlusta á áskriftaþættina ef ég er út í göngutúr, í rættinni, eða ég er, þú veist... Að taka eitthvað til. Taka geymslunum mína eða þrjá bílum minn, eða þú veist, whatever it is. Nei, það er ósniðut. Við skulum vera með ykkur í gegnum þetta. Bara hlustið á okkur og meðan við tökum saman til í kommóni. Já. Tökum fatarskapið. Sensin að ég fer í geymsluna ekki með eitthvað eirónum, sko. Gætt. Já. Perfect. Perfection. Herðu, við spurðum ykkur hvort að þið væri með eitthvað tips til að komast í rútínu eftir sumar. Ég ætlum að kíkja hvað þið hafið að segja. Alright. Plana vikuna fyrirfram. Það er afskaplega sniðt. Það er mjög sniðt. Snemma sofa, vakna snemma. Geðveikt. Vera í rútínu á sumrin, já, það er mjög sniðt líka. Já. Ég get alltaf geta það. Vakna og fara að sofa alltaf á saman tíma. Já, það er rosalega mýl ægi í því. Já. Líta á skólan eins og vinnu, mæta á sama tíma alltaf á mótnana þó ég sé ekki tími og læra fyrir næsta. Það er rosalega sniðt. Vera bara með rútínu hvenær á það mæta og bara, já. Þetta hefði ég átt að taka með því á skóla. Skrifa niður það sem þú ætlar að gera deginum áður og þá er allt klárt og erfiðara að hætta við. Það er þetta mjög sniðt líka. Það er ógeðslega sniðt. Já, bara morgun ætla ég að sækja þetta, gera þetta, þetta fund. Mér finnst mjög gott að setja bara allt inn í bara kalendurum mitt. Bara þó að það er svona litlu hlutin, skilur við. Það er svona, já, og það líka svona horfur á vikun nefnst á, þú veist, kalendur bara bákaði að ég gera mikið. Ég er búin að vera mjög dugleg. Já, rosa dugleg. Sunday resets er að bjarga mér. Ég sammála þessu. Sunday resets er einhvern veginn orðið líka bara svona óvart að þing hjá mér. Ég er bara alltaf flokka allan þvottinn á þessum dögum og reynir þú veist að bara ná eins mörgum þvottælum, þannig ég byrja bara 8 morgunin. Vel gert. Já. Það er ekki að. Ég elska sunnudaga. Skipulag. Setja reglu að fara alltaf upp í rúma ákveðnum tíma ef þú ert erfitt með að sofna. Taka melatonin alltaf á sama tíma því svefnir svo mikið kík og rutinu. En þetta er rétt, þú veist, fara upp í rúm. Það er bara, ég fer brún klára 11.
Það er sniðið, sko. Já. Ég svolítið að detti núna svo 20 mínútur í 12. Ég og Bensi og stundum bara svona, þegar við búin að kvölda bara, ef að fara upp í rúm, ég bara Bensi klukkan 8. Vá, hvað það næst. Halda og snemma. Ég er verið með að halda okkur bara frammi til 9, sko. Jésús minn. Já, algjörðis. Ég ætla nefnilega alltaf að sigra heiminn, sko, milli 8 og 10, þegar embla sofni. Einmitt, þannig að við erum náttúrulega ekki með krakkan til þess að, hlakka til þeim tíma, sko. Nei. Skrá sig í hóptíma í sporthúsinu eða vörklass. Það er ógeðslega. Já, það er rosa sniðið, sko. Já, tímar. Gera erfiðustu hlutina fyrst, til dæmis taka æfingu á morgnana. Já, þetta er alveg góð. Ef þú ert búin með erfiðastu hlutin, þá er bara skemmtilegt eftir. Ég er bara elska að taka morgnana til þess að vera búin að líka, sko. Já. Það er mjög sniðið. Keypti geggjasætan planner og skipulegg vikunum mína alltaf á sundum, hjálpa svo. Ég gerði þetta líka mörg ár. Þetta í alvörunni gerði líf mitt, sko. Já, eina ástæðan hættu því ég er alltaf að gleyma plannerinn mínum. Já. Þess vegna finnst mér bara gott náttúrulega calendar. Já. Það er mjög sniðut. Vision board, markmið challenge, skipuleggi fyrirfram, algjörlega. Já. Just keep going on, bara mæti ræktina þó með langi mest að fara upp í sófa að kúra. Vel gert. Byrja aðeins fyrr en sumarið klárast í rútínu, svo það venjist, já. Já. Vera productive queen. We love a productive queen. Já, elskum það. Fá vinkonu til að gera með mér, já. Það er gott að vera. Buddy og svona. Og þú veist, taka eitthvað svona, 75 medium saman. Já, eins og við gerðum. Það var ógeðslega sniðugt. Já. Kaupa með fallega dagbók. Sýna mér mildi að, sýna mér. Já, sýna sjálf sem mildi að alla viku gangi ekki 100% upp strax. Já. Ég er svo samlega þessu. Ég har aldrei heyrt þetta, mildi. Ekki, sýna sem mildi. Ef þú ert að setja þér eitthvað svona markmið, og svo ert ekki að ná því öllu, þá, þú veist, að ég tengilega við það. Ég var alveg svo mannski sem gæti þá bara dottið út. Já. Bara ef eitt klúðraðist, þá bara, ég er búin að klúðra öllu. Hættu öllu, já. En bara all in or nothing. Já, en sýna sem bara mildi, bara heyrðu, ok, þetta var bara svona dagur í dag. Já. Og það er bara langt kemur í dagur morgun. Já. Það er ekki að fara að grenja ef maður náði ekki ykkur, sko. Nei, og þú veist, það þarf ekki að láta, þú veist, draga það í langinn, skilu. Það þarf ekki að dragast í marga daga. Vá, það voru 2 sem skrifu fara að snemma að sofa á sama tíma og alveg eins, Já, með sama emoji. Já. Góða styrstu pluss kalda styrstu í endan, gera jóga, áður fyrir að sofa. Já, mér langar svo að festa kalda styrstu í endan í rútínuna mína. Það er svo gott fyrir mann, sko. Og gott fyrir hárið manns. Ég fer í svona frekar kalda styrstu með hárið. Já, ég brenni mig, sko. Já, ég get það ekki, sko. Já, það bara að fæ innlegunni hérna. Fasta í 2 daga. Gerir svo margt gott fyrir líkamann ef þú gerir það rétt, skeggja fyrir heilaþoku. Já, bara get aldrei. For you guys who can, bara vel gert maður. Heyrðu sem það væri eitthvað ekki gott fyrir konur, það var gott fyrir kallmenn. Það er eitthvað mismunandi. Já. Það er eitthvað, sko. En ég man ekki. Sko. Já, ekki heldur. Fara í fjárþjálfun og fá pepp, klálega. Mjög snugt fyrir það reyna að hafa gaman þótt maður sé leiður að fara sumafrí. Tom Greens. Trying to make the best out of it. Æ. Hugsa í dag, ekki á morgun. Já, það er enda góð búndir. Já. Lappa 10 skref á dag, örugglega 10.000. Já. Bæta svo inn ræktartímum. Mjög snugt. Mæta í bar. Skrifa niður vikuplan. Sammála ykkur öllum. Já. Svo spurðum við hver er þín helsti markmið fyrir hausti? Ég er mjög spennt að heyra hvað eitthvað markmið er. Það er fyrsta, meira í gym. Já. Fara snemma að sofa. Algjörlega. Landsliði í XC. Vel gert. Geðveikt. Byrja aftur í ræktinni eftir sumarpásu og borða hollara. Svo mótivating þegar þið postið. Verða sterkari og meira sjálfstraust. Já, það er geggjað. Hreyfa mig á hverjum degi minnst 40 mínútur. Það er bara frábært. Hafa það eins kósí og ég get. Já, bara, það er geggjað, já. Ná að skipuleggja námið og vinna mikið til að fá pening. Ná 3 áfengum sem ég er í fjarnámi, bónus ef að meðal einhvern sé 8 eða meira. Vel gert. Borða holt. Svo ég að borða holt aftur, æfa og læra á hverjum degi. Vera skipulaðri. Plana vikuna að fara með tíman, ekki bara næsta dag. Ná öllum lokaprófum.
Held með þér. Já, hlaupa 5 kilometra, að klára Couch to 5K, geggjað, mæli svo mikið með þessu appi, ég vil líka pröfa þetta. Ég man svo vel eftir að þú gerði þetta einhvern tímann. Já, minnst það ógeðslega skemmtilegt, sko, ég alveg bara... Þetta ferði þá ekki 5K strax? Nei, það bara, hann hjálpar að byggja upp þolið og þú er bara í eyrunum, bara getur með tónlistina eina og hún bara, ok, now run. Og svo bara kemur bara, now walk. Þannig að þú ert að byggja upp þolið þitt til þess að geta síðan bara hlupið straight 5 kilometra. Og hvernig, þú veist, ert að byrja bara á 1 kilometra eða eitthvað annað, mástu það? Þú ert ekkert að pæli velindinni fyrst. Þú ert bara, þú veist, það er ekkert eitthvað, í dag tekur þú kilometr. Það er bara meira svona, í dag tekur þú 20 mínútur. Þú er bara, það er ekki neitt maður, skilur, eða þú veist, eitthvað þannig. Og það er með labbinn á milli og svona. Þá ertu bara, já, þú veist, maður er ekkert að pæla í vegalengdinni strax, en þú veist bara you're on a program sem ætlar að hjálpa að ná 5K á góðum tíma. Þannig að það er geggja. Hreyfing, hollur og góður matur, andleg vellíðan. Ég elska það. Ekki detti winter depression. Nei, við skulum ekki gera það. Já, pössum okkur skamdegi, það styttist í það, sko. Já. Hugsa betur svefnin og hreyfing 6 sinnum í viku. Vel gert. Halda vel utan námið og reyna að hugsa vel andlegu heilsuna mína. Mjög mikilvægt. Betra form. Já. Svo segir bara djamma. Love it. Bara alltaf skemmta sér. Já, bara why not? Já, elska. Grow a damn ass. Já. Ok, love it. Grow that peach. Byrja að fara rektina á mótnana. Ekki morning manneska. Vel gert. Mjög vel gert. Face your fears. Komast aftur í góða rútínu, finna mér geggja rútínu sem lætur mér líða vel og bæta útiveru eða fara út að labba eða í sund. Það er enda mjög gott. Ef maður er ekki með útiveru, djöld gerir það mikið fyrir maður. Út að labba? Nei, bara fara út og fá ferskt loft, sko. Já. Bara, þú veist... Standa bara í rokinu. Nei, þú veist, eins og fyrir mig, eitthvað, ég næ ekki mikið göngutúrum, sérstaklega ekki með emblu eftir 4:00, þá sofnar hún. Það er ræðilegt, hún má það ekki, þó bara vikur hún til 12, og ég næði ekki mikið á mótnana áður hún fyrir fætur, en ég fer yfirleitt með hann á rólu, það er bara útivera, skilur, þú veist, þá bara, eða bara út í garð að leika, bara fá fersku loftið, gerir helling fyrir mann. Algjörlega. Vera besta útgáðan sjálfur mér, fara regla í gymmu og í sánuna, kósi. Þú erum að bæta sáninu aftur í rútinu okkar. Já, við vorum mjög duglegir í sko. Kláraði stúdinir í vor og ég byrjuði fullu starfi markmið að komast í rútinu og gym eftir vinnu. Geðveikt. Vera meira út í náttúrunni. Svefn 1, 2 og 3. Bara vera sleig og ekki verða veik. Já. Komast aftur í góða rútínu. Svo er að læra að vera ein, alone but not lonely. Veit ekki hvernig ég útskrifa það. Já, það er svo gott að vera einn, sko. Best í heiminum. Þú getur ráðið öllu, þú getur ráðið hverju matinn, þú getur ráðið hvað þú að horfa. Það er enginn að naggi þér og þú þarf að gera eitthvað. Svo þetta er ógeðslega gott markmið, bara svona að læra að vera alone but not lonely. Já. Þú veist að því að, já, maður var alveg þegar maður er yngri á, fannst maður ekki eitthvað sérstaklega gaman að vera einn, sko. Ekki þegar maður alltaf einn, skilur. Nei, en, nei. Maður þarf alveg, þú veist, maður saknaði þess alveg stundum að vera bara aleinn, skilur. Já, guð. Það er bara þú. Já. Byrja á markmiðum mínum núna en ekki áramótin. Já. Sniðut. Hreyfa mig, standa mig vel í náminu, vinna meira og eða tíma með vinum. Ganga vel í skólanum, finnast gaman að hreyfa mig. Fara meira í ræktina og vakna snemma, verða besta útgáðan sjálfur mér, læra að elda meira, eða æfa mig á social anxiety, og vera meira holl, mæta ræktina 3 sinnum í viku, og svo síðast að gym 5 sinnum í viku eða oftar. Þetta er allt geggjum markmið. Já, þetta er geggjum flott markmið og ég er svo spennt elska að sé markmið. Já. Og þetta er líka allt sem var frekar raunhæft. Bara geðveikt. Elskum það. Já. Það er svo leiðilegt að maður setja svo óraunhæft markmið og bara svona fara eftir þér bara hvað er raunhæft fyrir þig. Það er ógeðslega mismunandi fyrir hvern einstakling. Það er bara einmitt mikilvægast að búa til út frá þér en ekki herma eftir öðrum, sko. Einmitt. Bara þú veist hvað þú vilt bæta. Og hvað henda þér og hvað þér finnst gaman. Það finnst þér mismunandi hvað fólk finnst gaman líka. Einmitt. Þetta er geggjað. Ég er bara svo peppuð. Ég er svo peppuð fyrir þessum tíma. Miðvikudagar, það er ekki bara teboðsdagar, það
Það líka LXS-dagar. Erðu? Við erum að fara tebóðið í LXS-dætinum í kvöld. Þannig að við erum spennt að sjá okkur að behind the scenes á live-sjónu okkur fyrra. Já. Það mjög skemmtilegt. Það mjög gaman að fá að sjá það. Ég var alveg, Sunna sýndi mér smábrot á það. Og ég var alveg bara, ég fekk aftur svona, já, stressu live-sjó. Já. Það geðveikt. En það er líka hits ass day, þannig að hump day hjá okkur. Þannig að við erum bara öll að fara saman inn í þetta rútínuna. Ég er líka með nýtt í rútínunum minni þriðjudagar. Já, einmitt, þú ert með það. Já. Þannig að ég með það á sunnudum, sko. Mér kopið það hjá mér líka. Já. En já, bara spennt að sjá okkur í næstu viku. Svo spennt. Mikið í gangi og spennt að sjá okkur á morgun í Keiluhöllum líka. Já. Hlakka til að halda upp á fjara ammali. Og svo er mjög skemmtilega tilkynningar á næstu dögum hjá okkur. Það myndi bara fylgjast með á Instagram, þeir sem eru í áskrift þið fá að vita þetta fyrst. Já. En annars Instagram og TikTok og svona. Allstaðar, bara fylgst með okkur. Og bara já, komið aftur back to routine með okkur og reyna að vinna AirPods Pro Max. Það ekki? Ég er alltaf að segja óvart þarna hitt. Reyna að vinna AirPods Pro Max og fullt af Happy Hydrate fyrir þig og Besti. Fyrir þig og Besti. Þannig að það er líka á Instagram. Ok, bye. I love you guys. Bye.